Fiskvinnslan mjög spennandi fag og þar starfa mikið af fagmönnum. Allir sem koma að fisknum þurfa að kunna sína vinnu og vinna vel. Öll skref vinslunar og veiðana þurfa að vera í lagi. Ef einn klikkar þá erum við komið með hráefni og afurð sem ekki í lagi. Eða hráefni sem þarf að taka frá og verða ekki verðmæti úr. Þannig að sjómennirnir þurfa að kunna sitt fag og vera velþjálfaðir og það ekki nóg að þeir kunni sitt fag. Fiskurinn kemur svo í land og þar taka við aftur fullt af fagfólki. Þarna eru mikið af vélum, búnaði, tækni, það eru gæðakerfi sem eru í virkni alveg frá því að fiskurinn veiddur og þangað til að fiskurinn kominn út úr húsi og jafnvel kominn á disk þess sem ætlar að borða fiskinn lengst út í heimi. Og það alltaf hægt að rekja í raun og veru hvaðan fiskurinn Báturinn Jón Jónsson sem veiddi fiskinn norður á landi á þessari tímasetningu til dæmis, sem viðkomandi að borða út í heimi. Fiskurinn þarf að vera góður að gæðum, hann þarf að vera vel blóðgaður, hann þarf að vera frágenginn í ís, fara í kör sem eru dagmerkt og síðan farið með hann í land. Þar tekið við honum og þá það að því að fiskurinn dagmerktur eða körin eru dagmerkt, að þá mjög auðvelt fyrir vinnsluna að stýra því hvað að fara inn í vinnsluna. Við tökum yfirleitt elsta fiskinn fyrst og síðan höldum við áfram koll að kolli. En þetta spilast svolítið eftir mörkuðunum hverju sinni. Hvað verið að panta á þessum og þessum degi. Öll skrefin í vinnslunni þurfa að vera í lagi. Þó við séum með heilan fisk og það ekki búið að opna hann, að þá þetta mikil verðmætt og fiskurinn mjög viðkvæmur. Ef það verið að taka fiskinn og hendunum á milli færibanda eða það hátt fall niður, að þá komið hnjask á fiskinn og við erum að fá hold í raun og veru fiskhold sem komið los í. Og það sama út á sjó og alls þar í vinnsluferlinu. Ef við klikkum einhvers staðar, að þá erum við ekki í góðu máli með framleiðsluna. Þannig að alla svona hluti þarf að passa mjög vel. Það alveg sama hvort þetta, það þarf að hanna vélar og tæki og færibönd og slíkt. Þannig að minnstan hnjaski verði, það sé auðvelt að halda þessu hreinu og hitastigið sé í lagi. Hitastigið mjög mikilvægt vegna þess að ef hitinn fer upp í fisknum, þó að sé ekki nema stutta stund, þá erum við strax búin að minnka í raun og veru geymsluþolið mjög mikið. Þannig að ef hitastigið fer upp, styttist á tími sem við höfum til þess að vinna fiskinn og þangað til að hann kominn á disk neytandans. Þá kannski verri gæði sem neytandinn að fá. Þannig að þessi skref þurfa öll að ganga mjög hratt og vel fyrir sig. Við erum komið mikið með tækjabúnað og sjálfvirkni í sjávarútveginum. Þannig að það svo mörg störf sem þarf að vinna, mikil tæknisþekking sem þarf, sölu og markaðsmál þurfa að fylgjast náttúrulega að þessum góða tækjabúnaði, það þarf að halda þessum tækjabúnaði í gangi. Starfsfólki þarf að vita hvað að gera og starfsfólki þarf líka að kunna fara eftir gæðareglum, umgengnisreglum og öllu saman. Það svo mörg spil sem þurfa að falla saman í þessu risastóra púsluspili til þess að þetta sé eins og best gengur. Þannig að við séum að fá fyrsta flokks afurð út úr þessu flotta hráefni sem við erum með út úr sjó. Það sem syndandi hér í sjónum allt í kring hjá okkur, sem okkar í raun og veru verðmæti og auðlind, dýrmæti auðlind sem við berum ábyrgð á, fá sem mest verð fyrir þennan fisk og koma sem best frá okkur. Ég búin að tala svolítið eða minnast á hvað starfsmennirnir hver og einn skiptir miklu máli. Ef að Gunna eða Pétur Gunna eða Pétur að vinna út í sal og þau eru á fullu að vinna sitt verk og sjá að þau ráða ekki við hvað þau eru að gera. Hvað gerir maður þá? Þá mjög auðvelt að stíga til hliðar og segja, heyrðu, mér vantar hjálp. Ég ræð ekki við þetta. Það verðmætur starfsmaður sem gerir það. Biður hjálp ef hann ræður ekki við hlutina eða ef hann kann ekki alveg. Því inn í gæðakerfinu þá svo mikilvægt að það viti allir sitt hlutverk. En síðan líka ef við sjáum að Gunna eða Pétur eru ekki að ráða almennilega við sitt verk, að þá líka koma og bjóða fram hjálp, geti hjálpað þér.
Það skiptir svo miklu máli. Það að við getum unnið saman í þessari liðsheild. Við erum að vinna undir stóru gæðakerfi. Við erum að vinna með það markmið að ná út mjög góðri vöru. Við erum í lúxusframleiðslu. Fiskur sem við erum að framleiða í dag, hann endar út á veitingarhúsum, út í heimi og fólk tilbúið til að borga mikið verð fyrir þessa flottu afurð sem við erum að gera inn í húsinu hjá okkur. Þannig að sjávarútvegurinn, hann mjög spennandi. Í dag verið að gera líka alls konar þróunarvinna í gangi, vöruþróun, og við erum alltaf að vinna meira og meira í því að nýta hvert einasta gramm sem hægt að nýta úr fisknum. Þannig að við erum með alls konar vöruflokka í kringum fiskinn. Það verið að nýta roðið, það verið að nýta innyflin, hausarnir eru þurrkaðir og svo framvegis. Þannig að við erum að nýta alltaf hærra og hærra hlutfall. En allstaðar í þessu ferli þá skiptir máli að við vitum hvað erum að gera. Við erum hópur af fagfólki. Það alveg sama hvaða störfum við gegnum í vinnslunum eða út á sjó. Við erum hópur af fagfólki sem að hugsa vel vinnsluna sína og vinna saman að því að koma góðri afurð út úr húsi. Stöndum saman sem eitt lið, allir sem vinna í sjávarútvegi á Íslandi, komum sem bestri vöru frá okkur því þetta okkar aðalsmerki. Þetta okkar stolt að koma þessu frá okkur eins og vel og við getum.